bless the Lord, come bless the Lord, draw near to worship Christ the Lord, and bless His name, His holy name, declaring He is good. Come bless the Lord, come bless the Lord, draw near to worship Christ the Lord, and bless His name, His holy name, declaring He is good. Oh, let men will praise Him. Oh, let men will praise Him. Rejoice in the Lord always. And again I say, rejoice in the Lord always. And again I say, rejoice. Woo! Come bless the Lord, come bless the Lord, draw near to worship Christ the Lord, and bless His name, His holy name, declaring He is good. Oh, let men will praise Him. Oh, let men will praise Him. Rejoice in the Lord always. And again I say, rejoice in the Lord always. Again I say, rejoice in the Lord always. And again I say, rejoice in the Lord always. And again I say, rejoice. Praise His name, praise His name to the ends of the earth. Oh, that man will praise His name, praise His name to the ends of the earth. Oh, that man will praise His name, praise His name to the ends of the earth. Oh, that man will praise His name, praise His name. And again I say, oh, that man will praise His name, praise His name to the ends of the earth. Oh, that man will praise His name, praise His name to the ends of the earth. Oh, that man will praise His name, praise His name to the ends of the earth. Oh, that man will praise His name. And again I say, rejoice in the Lord always. And again I say, rejoice in the Lord always. And again I say, rejoice in the Lord always. And again I say, rejoice in the Lord always. And again I say, rejoice. Halleluja! Välkomna sångare, halleluja! Tack Jesus, halleluja! Through the darkness, sing through the fire, praise when it don't make sense. Sometimes you gotta stand on the giant, worship from the lion's den. Sometimes you gotta shout it from the mountains, louder in the mountains.
trusting that He's gonna get you there. Sometimes you gotta welcome the wonder, wait for the answer, worship with your hands in the air. I'll praise you anywhere. Praise, give it praise, give it praise in the highest. Praise, give it praise, give it praise in the highest. It's worthy, yes, He is worthy of all of the praise. Sometimes you get down, cry out your head back, shout till the fortune's won. Sometimes you got stand on the shotgun, brave in the battle, worship with your hands held high. I'll praise you anywhere. Praise, give it praise in the highest. Praise, give it praise in the highest. It's worthy, yes, He is worthy of all of the praise. Give praise in the highest. Praise, give praise in the highest. It's worthy, yes, He is worthy of all of the praise. Faithful all my life, blessings day and night, countless reasons why I'll praise you anywhere. Every promise, goodness every step, each and every breath, I'll praise you anywhere. Faithful all my life, blessings day and night, countless reasons why I'll praise you anywhere. Every promise, goodness every step, each and every breath, I'll praise you anywhere. Praise, give it praise in the highest. Praise, give it praise in the highest. It's worthy, yes, He is worthy of all of the praise. I'll praise you Helgist þitt nafn, drottinn Jesú, við lofum þig hvar sem er, drottinn. Við lyftum nafni þínu, drottinn Jesús, heil. Helgist þitt nafn, Jesús. Draga mig nær þér, Guð. Aldrei gleymdu mig. Gef þér allt sem kært mér er. Því vinur vil ég vera þér. Undir mig þú ert. Þú ert drottinn minn. Þú eignast Jesús undri sig. Dýr þína og ást þér finn. Vísa mér þér með. Drag mig nær þér, Guð. Þú ert mér allt sem mitt hjarta þráir. Þú ert mér allt og verstu nær mér. Drag mig nær þér, Guð. Drag mig nær þér, Guð. Æ,
ætíð geymdu mig. ætíð geymdu mig. Gef þér allt sem kært mér Góði vinur vil ég vera þér. Myndi mig þú þú ert drottinn minn. Þú eignast Jesús sundri sig. og dýr þína, Og dýr þína og ástir þín. Vísa mér þinn veg, drag mig nær þér Þú ert mér allt sem mitt hjarta þráir. Þú ert mér allt og vertu nærri mér. Þú ert mér allt sem mitt hjarta þráir. Þú ert mér allt og vertu nærri mér. Og vertu nærri mér. Og vertu nærri Þú ert okkur allt, Jesús. Helgist þér. Ein í myrkri við býr, ekkert ljós, engin von. Þá í kærleik kom frá himn, náð og miskunn þú Guðs son. Til að uppfylla þitt lögmál, mærin meðtók lífsins orð, sem frá dýrðarinnar hást, lagður var í utástól. Lof sé Föður, Syninum, helgum Anda, þríeinum. Dýrðir dýrðar, hátigni, við eilíf hillum konungi. Ríki Guðs þú okkur sýn, heiminn sætti Guði sig. Alla sköpun endurlýst, fórst á krossinn fyrir mig. Alla fjárvíð þína barst, því þú vissir tilganginn, og að frelsun okkar varst, lífið fyrir dauðan þinn. Já,
Halleluja, gott að koma í hús Guðs og lofa Drottinn. Það kraftur í fagnaðarerindinu til þess að leysa frá synd og líka frá lækningu, allra sinna meina. Amen. Halleluja. Blessa sé hans nafn. Þakka þér Jesús. Amen. Við ætlum að taka samskot núna og fyrir ykkur sem að þekki ekki til að þá bara pósi frammi, það kemur reikningsnúmer á skjáinn og svo svona baukarnir látnir ganga á milli sætana. Þannig ég ætla bara að biðja fyrir samskotunum, Drottinn Jesús. Ég þakka þér fyrir náðina og miskuðina. Ég þakka þér fyrir nærverurinni hérna í dag, Drottinn. Þakka þér fyrir með okkur í sérgur og góðu verki, Drottinn. Heilar Jesús og þú blessar eitt af sérgurinn inni, Drottinn Guð. Hvort sem þeir geta gefið eða ekki, Drottinn Guð. Og þeir sem vanta atvinnu, ég bara leysi fram atvinnu handa þeim, Drottinn minn Jesús. Halleluja, Drottinn Guð. Halleluja, Jesús. Halleluja, Drottinn. Í Jesú nafni. Amen. Gjörðu svo vel. Höldum löggjöfina áfram. Ég með nokkra tilkynningar líka meðan að baukarnar ganga. Það verður löggjöfastund á miðvikudaginn kemur klukkan 8 og síðan næstu helgi að þá verður ekki samkoma. Fyrstu helgin í júlí og svo verslunarhelgin að þá tökum við frí frá að koma hér í þetta hús. Þannig þannig að það bara komið á hreint. Þannig að við getum núna bara staðið upp og farið inn í löggjöfina aftur. Það segir í orði Guðs, Salmi 103 að við getum talað eins og Davíð við sál okkar að lofa Drottinn. Hann sagði, lofa þú Drottinn sála mín allt sem í mér hans heilaga nafn. Og svo talaði hann til sjálfs síns að það fyrirgefning að fá, það lækningu að fá. Þannig að ef þið líður illa þá bara að gera velja að lofa Drottinn og líka tala lækningu inn í sáluðina. Halleluja, í Jesú nafni, amen. Sandið með okkur og lofum Guð saman. The word of the beginning, one with God the Lord Most High. Your hidden glory in creation, now revealed in you I cry. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ, my King.
lífið sem við eigum, halleluja. Nafnið þitt, Jesús, halleluja. Helgast þitt nafn, Jesús. Takk, Jesús. Þú ert heilagur. All saints and angels bow before your throne. All the elders cast their crowns before the Lamb of God and sing, "You worthy of it all. You worthy of it all." For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory.
Halleluja, úrassi karabæja. Þetta var mögnuð lofgjörð. Rísum á fætur í smá stund og gefum bara drottni Jesú Kristi bara dýrðina. Lyftum upp höndum okkur og lofum hann hér í dag. Drottinn, við lyftum upp nafni þínu. Ég þakka þér fyrir trúfesti þína. Ég þakka þér fyrir heilaleika þinn, drottinn minn. Ég þakka þér fyrir það, drottinn minn, að þú kemur aldrei nokkuð tíman of seint, Jesús. Þú mætir á réttum tíma og þú ert hér í dag, drottinn minn, til þess að drottinn minn gera sjálfa þig dýrlegan. Halleluja. Ég þakka þér fyrir það, drottinn, að við þurfum ekki að leggja, drottinn minn, allan okkar þunga á eigin getu, drottinn minn, við gefum þér, drottinn minn. Við auðmýkjum okkur undir þína voldugu hönd og það þú sem að gefur kraftinn, þú gefur okkur styrkinn, þú gefur okkur, drottinn minn, halleluja, nýtt auðkenni, drottinn minn, Jesús. Og drottinn, ég bið þig fyrir einum og sérhverjum hér inni. Drottinn, ég kem í gegn öllu sem heitir kvíði eða þunglindi. Ég kem í gegn öllu sem heitir niðurbroti, andlegu niðurbroti eða sálarlegu niðurbroti. Og drottinn, ég tala frið þinn sem æðri öllum skilningi inn í líf okkar. Drottinn, ég bið þig, Jesús, að allt annað en þú, drottinn, þurrkist út í hug okkar, drottinn minn. Að við mættum horfa til þín í dag, drottinn. Og við mættum gera þinn vilja, Jesús. Drottinn, gefðu okkur náð, drottinn minn, til að hlusta á þig og taka við orðið þínu. Og við biðjum í Jesú nafni og allir liðurinn sagði. Halleluja. Guð er hér. Má ég heyra amen. Halleluja. Ég langar bara að minna það er hérna barnastarf hérna frammi. Þannig að fyrir þá þau litlu kríli sem að það vilja, þá er það frammi. Dýrsi þér, Jesús. Ég ætla að fá, áður en við höldum lengra, Gunnar til þess að biðja fyrir. Ég var reyndar að biðja, en það er ekki beðið of mikið í ríki Guðs. Ég skal bara segja ykkur það. Þannig að við ætlum að fá Gunnar til þess að lesa hérna eina ritningu og biðja. Er það ekki? 2. Nei, bara til að fá smá heildamynd á hérna í Galatabréfinu 5:1. Til frelsis frelsaði Kristur okkur. Ok, frá hverju frelsaði hann okkur? Lögmálinu og syndinum. Nei, við erum ekki undir syndunum. Þannig að nú er okkar í dag að lifa undir náðinni. Og hérna sendur í Tímóteusarbréfi 2:11. Því að náð Guðs hefur opinberast til sáluhjálpar öllum mönnum. Hún kennir okkur að afneita óguðlega og veraldlegum gyrnum og lifa hólátlega, réttvíslega og guðræklega í heimi þessum. Og þetta felst bara í orðinu. Þannig að vera brennandi í orðinu. Jesús, ég þakka fyrir náð þín og miskunn, drottinn. Ég þakka þér fyrir það að þú segir í orðið þínu sem 2 eða 3 eru samankomnir í þínu nafni, það ert þú mitt á meðal okkar. Þú ert alfa og omega, þú ert upphæðið og endurinn, Jesús. Þú ert vegurinn, sannleikurinn og lífið, Jesús. Megum við vera á vegi þínum og þú gefur okkur vonaríka framtíð til heilla en ekki til óhamingju, drottinn, Jesús. Smyrð hana mömmu, Jesús, megi orð þitt bera ríkulegan, megi hún bera 30-faldan, 60-faldan, 100-faldan ávist, Jesús. Og ég bið drottinn minn að við gefum þér allar lofgjöf, dýrð og heiður. Í Jesú nafni. Amen. Er hann ekki yndislegur? Jóhanna, eða geti hjálpa Hilmari og sýnt honum hvar hann á að túlka. Takk Hilmar minn fyrir hjálpina. Þetta er bara brilliant. Interpretation is coming for those who need. Halleluja. Má ég heyra amen? Er þið glöð í dag? Ég er ekki sannfærð. Erum við glöð í dag? Ertu glöð í dag? Já, gott. Halleluja. Til frelsis frelsaði Kristur okkur. Látum ekki aftur leggja okkur ánæður ok. Þannig að við ætlum að vera í frelsi hér í dag. Halleluja. Dýrsi Guði. Þetta var mögnuð lofgjörð. Mér langar bara að segja, Guð er að kveikja eld hér í dag. Það er nokkuð ljóst. Hann er að kveikja eld á meðal okkar. Og það eru spennandi hlutir að gerast í Guðs ríkinu og ekki bara á Íslandi, vinir. Það eru spennandi hlutir að eiga sér stað í bara heiminum öllum. Fólk er að vakna til lífsins. Og það er bara hreinlega hreyfing og það er meira á meðal karlmanna heldur en kvenmanna. Það eru hreyfing karlmanna sem er að rísa upp í Bandaríkjunum og víða sem er að taka stöðu sína. Er ekki komið tími til? Það er búið að berja á karlmennu nógu lengi. Þetta er bara orðið algjör bull.
Kallmenn eiga að rísa upp og vera það sem að Guð hefur kallað á til þess að vera. Má ég heyra amen. Við þurfum sterka kallmenn. Og já. Og konur. Nákvæmlega. Hér á Íslandi það engin, ef allar þærfóta fyrir konum, sterkum konum. Þannig að, Guðsiki það balans. En mér langar að spyrja, hverra manna ert þú? Oft þegar fólk spyr mig og Jóhannu, þá koma vöflur á okkur. Einfallega út af því að það flókið að útskýra hverra manna við erum. Það fylgir mikill svona, það kalla á ensku baggage. Það erfitt að útskýra í svona stuttu máli hvaðan við komum. En vinir, Guð vill gefa okkur í dag nýtt auðkenni. Hann vill að við lifum frá þeim stað að hann hefur frelsað okkur og gefið okkur nýtt líf. Má ég heyra amen. Hann hefur ekki bara frelsað okkur frá syndum okkar, hann hefur gefið okkur kraft til að lifa lífi sem er í sigri á hverjum einasta degi. Er það ekki? Halleluja, má ég heyra amen. Þannig að mér langar til að lesa ritningar í dag sem að byggjast á þessu, hverra manna ertu. Og það svo mikilvægt, vinir, ef við ætlum að ganga út á köllun okkar, sem að kirkjan svo sannarlega byrjuð að gera, bæði á Íslandi og út allan heim, þá þurfum við að vita það hver við erum. Og til þess að vita það hver við erum, þá þurfum við að átta okkur á því hver Guð er. Og þetta helst allt saman. Þannig að við langar til þess að fara í Galatabréfið. Gunnar fór í Galatabréfið áðan og ég ætla að lesa í Galatabréfinu í 1. kafla í versi 11. Og þar kemur fram, Páll postuli ekki sendur af mönnum, né af tilhlutun manns, heldur af tilhlutun Jesú Krist Guðs föður sem uppvakti hann frá dauðum. Og til þess að horfa á þessi ritningavers, þá Páll í rauninni að segja hver hann er. Og hann ekki bara Páll einhver, hann Páll sendur af Guði til þess að vera postuli. Og postuli þýðir að vera sendur. Og við þurfum átt okkur á því til þess að vera senda, þau þurfum að fá opinberun á því hver Guð er. Og Guð góður faðir. Hann yndislegur frelsari. Hann magnaður. Hann hjálpar okkur að ganga guðlega göng á hverjum einasta degi. Og Páll vissi hver hann var. Þess vegna gerði Páll það sem hann var kallaður til að gera. Því hann hafði kraft og hann hafði hugrekki og hann hafði þor. Af hverju? Því hann vissi það að auðkennans kom ekki frá þessum heimi, heldur frá Guði. Og vinir, þegar við áttum okkur á því að auðkenna okkar hver ég er ekki bara náttúruleg sibba, ég andleg sibba. Og andlega sibban getur gert hvað sem Því að kraftur Guðs í mér. Skiljið hvað ég meina? Þannig að þegar við förum að ganga út á það að auðkenn okkar í drottni, þá fáum við djörfung, við fáum hugrekki og við förum alltaf að gera hluti sem í rauninni ómögulegir. Og Guð hefur kallað kirkju sína til þess að gera ómögulega hluti. Ekki bara venjulega hluti, heldur ómögulega hluti. Í einum og sérhverjum hér inni andlegur maður og hann fullur af hugrekki, hann fullur af getu og Guð hefur ákvarð og kallaði til að gera ákveðið. Þannig að við þurfum að rísa upp og verða það sem að Guð hefur kallað okkur til þess að vera. Þannig að tilgangur þinn og sjálfsmynd eða auðkenni gift. Við verðum átt okkur á því að tilgangur og auðkenni gift. Þannig að hvað þitt auðkenni í dag? Hverra manna ertu? Ertu þessi náttúrulegu foreldrar sem yndislegir en þeir bara alls konar? Eða ertu dóttir konungsins? Og ég veit ekki með ykkur en ég dóttir konungsins. Það gefur mér velvild út allt. Ég fyrir að labba öðruvísi, ég fyrir að koma öðruvísi fram út af því að ég tilheyri konungnum. Vinir, ég tilheyri konungnum og þú gerir það líka. Þannig að hættum að vera eins og einhverjir hálfpartinn niðurbrotið fólk því að Guð búinn að vinna sigurinn. Hann þinn, hann minn. Þannig að auðkenni og tilgangur gift.
Auðkenni þitt þarf að vera byggð á opinberun á því hver Guð er. Og ég get ekki gert það sem ég er kölluð til þess að gera nema að vita hver ég er. Þannig að við þurfum að skoða hverra manna erum við. Og Páll sérstaklega, hugsið ykkur, hefði Páll ekki fengið þessa opinberun á sínum tíma, þá hefði hann aldrei skrifað öll þessi bréf fullur á heilugum anda. Við stæðum ekki á þeim grundvelli sem að við stöndum í dag nema út af því að auðkenni hans kom ekki frá hinu náttúrulega heldur frá hinu andlega. Og vinir, mig langar til þess að blása í brjóst okkar. Auðkenni þitt er ekki mistök fortíðarinnar. Auðkenni þitt er ekki hvað þú gerðir í þínu fyrra lífi. Og þá er ég að minna fyrir Krist. Auðkenni þitt er ekki ég er alkoholisti. Auðkenni þitt er ekki ég er andlega með andleg mein. Nei. Auðkenni þitt er að þú ert dóttir konungsins, þú ert sonur konungsins. Og leið og við fáum auðkenni okkar á hreint, þá breytist tilveran. Þá hættir þetta að vera ég að reyna að gera eitthvað í eigin mætti. Ég tala það og ég geri það sem að Guð hefur kallað mig til. Því ég lifi í andanum. Má ég heyra amen? Og við ætlum að læra að lifa í andanum en ekki í holdinu. Halleluja. Því hann er búinn að sigra. Og vinni, hver er okkar sjálfsmynd? Það er spurning dagsins. Páll sagði það er ekki ég, það er vegna Jesú. Allt breyttist við það og djörfung hans og hugrekki bera skýr merki það. Hann gerði það sem hann var kallaður til. Og ég veit ekki með ykkur en mín fjölskyldusaga, og ég er oft þannig, ég skilgreini mig mjög út frá því hvaðan ég kem. Mín fjölskyldusaga til að mynda er svo að fólkið í minna bæði í móður- og föðurfjölskyldu, við fáum ekki krabbamein, sem er mjög gott. Við erum með hjartasjúkdóma. Ég heiti í höfuð á Sigurbjörgu ömmu minni. Mitt auðkenni svolítið kemur út frá því, hún var kölluð Sibba. Ég er kölluð Sibba. Það er fjölskyldusaga. Og oft er fjölskyldusagan þannig að það er einhver harmur eða það er eitthvað sem gerist. Það er eitthvað fíkn eða það er eitthvað brogað. Og allt í henni fyrir að skilgreina okkur út frá því að ég er svona út af því að fjölskylda mín er svona. Og vinir, ég vil brjóta þetta hér í dag. Bara í Jesú nafni. Þegar þú tekur móti Jesú Kristi sem þínu persónulega frelsara, þá færðu nýtt auðkenni. Þú færð að vera ný sköpun í Kristi. Hið gamla var það engu, nýtt er orðið til. Og vinir, og við göngum ekki fram eins og fólk sem er búið að missa allan tilgang. Við erum fædd með tilgang. Tilgangurinn erum við. Literally. Það er Guðs áætlun, það er þú og ég. Kirkjan er ekki bygging, hún eru einstaklingar sem ganga fram af krafti og gera vilja Guðs. Vinir, auðkenni, hver ertu? Og í staðinn fyrir að horfa á það sem mína sögu, að þó tala ég það út, ég er ekki með neitt hjartavandamál. Ég er nýsköpun í Kristi. Ég tala í mig líf, ég tala í mig heilsu, ég tala í mig kjark, ég tala orð Guðs. Og vinir, við þurfum öll að læra að tala orð Guðs þegar við horfum á móti einhverjum kringumstæðum. Á hverjum einasta degi þá þurfum að fylla okkur orði Guðs, vita hver við erum. Þegar ég tek á móti Jesú Kristi sem barn, þá er ég grædd inn í fyrirheit. Ég er grædd inn í það. Það þýðir að allt það sem að Guð lofaði sinni útvöldu þjóð tilheyrir mér. Og við þurfum að hætta að vera eins og barn sem á ekki foreldri. Það er svo margir í kristna heiminum sem eru svo umkomuleysir og átta sig ekki á. Náð þýðir velvild. Hún þýðir velvild. Þú ert dóttir konungsins, þú ert sonur konungsins, það býr velvild í hverju spori. Og þegar við áttum okkur á því að þú ert bara hluti af hans fjölskyldu,
að þá ferðu einhvern veginn að bregðast öðruvísi við kringumstæðum. Og fyrr hefði það mátt vera. Halleluja. Takk, Jesús. Ekki Guð góður? Þannig að þegar ég fer allt í einu að horfa á sjálfa mig, þá hætti ég að sjá þetta andlega. Ég hætti að sjá þetta náttúrulega, ég sé þetta andlega. Það er það sem ég geri. Og það sem ég geri er að ég bara byggja upp minn andlega mann. Það sem að við fjölskyldan erum að gera núna, við ætlum að lesa Biblíuna, alla Biblíuna á einu ári. Og þetta er briljant. Ég hvet hvern og einn til þess að taka þátt í þessu með okkur. Við ætlum að lesa alla Biblíuna og við ætlum, því að kraftur okkar kemur úr orðinu. Vinir, kraftur okkar kemur úr orðinu. Leið og við heyrum að þá fáum við dýpri tilgang, við fáum líka meiri trú. Orðið byggjur upp trúna hjá okkur og allt í einu fara hlutir sem að voru eitthvað flóknir, Guð gerir veg okkar slétta. Má ég heyra amen? Þannig ég græt inn í fyrirheitið. Þið sjáuð að Pétur og Páll, báðir tveir, ólíkir karakterar, þungaveikta menn í ritningunum. Pétur var sá sem að Guð kaus að byggja kirkju sína á. Páll frelsaðist eftir að Jesú dó og var risin upp frá dauðum. Og báðir þessir einstaklingar fengu nýtt nafn. Af hverju fengu þeir nýtt nafn? Jú, nafn þýðir eðli. Og þegar við tökum við Jesú Kristi, þá vill hann breyta eðli okkar. Hann vill að við sjáum hlutina með öðrum hætti. Við fáum nýtt nafn. Og vinir, það er ekki til meira auðkenni heldur en nafnið okkar. Nafnið okkar fylgjur okkur út ævina, en Jesú sagði við þá, þið eru ekki lengur þessi, þið eru þessi. Út að hann var búin að gefa þeim nýtt auðkenni. Og vinir, þegar við fáum opinberun hver Jesús er, þá fáum við nýtt auðkenni. Og við förum að höndla kringumstæðurnar öðruvísi. Má ég heyra amen? Og nafn þýðir eðli. Guð vill gefa okkur að sínu eðli. Og mér langar til þess að fara í Galatabrefið 1:15. Og það stendur svo, þegar Guð sem hafði útvalið mig frá móðurlífi af náð sinni kallað, þóknaðist að opinbera mér son sinn til þess að ég boðaði heiðingjum fagnaðarerindið hann. Þá ráðskaðist hann ekki við neinn mann. Mér finnst þetta svo gott hjá Páli. Hann er svona að segja, herðu, hann ræður öllu. Hann er ekki að spyrja þig álit. Finnst ykkur þetta ekki gaman? Hann var nefnilega svolítið þannig, hann Páll, hann var djarfur. Af hverju? Því að auðkinn hans kom frá drottni. Auðkinn hans kom frá Guði. En það sem að mér langaði til að sýna ykkur hér í þessum versum, en Guði sem hann hafði útvalið mig frá móðurlífi, það þýðir í rauninni á ensku sá sem að separated me. Hann í rauninni aðskildi mig frá móðurlífi. Munið eftir ritningastanum sem að segir, ég hef komið til þess að færa sverð á milli föður og, munið eftir þessu, ég man ekki alveg nákvæmlega orðalagið. En þetta er skýringin á því, frá móðurlífið þá er DNA-ið þitt, auðkennið þitt, það kemur frá Guði. Og þegar við fæðumst inn í fjölskyldu Guðs, að þá hættum við að líta til þess sem er náttúrulegt og við förum að sækja styrk okkar frá því sem er andlegt. Og allt í einu, og ég man þá tíð, vinir, ég man þá tíð sem ég þorði ekki að standa fyrir aftan þetta púlt út af mér fannst ég ekki geta það. Vinir, sú sem að talar hér í dag er ekki náttúrulega sibba, það er andlega sibba. Út af því að Guð hafði ákvarðað, þá gefur hann með hæfileik og getu til þess að stíga út á orðið. Þetta er ekki byggt á mér, þetta er byggt á honum. Og vinir, opinberunin aftur, Páll segir það svo vel, það þarf opinberun á því hver Jesús er til þess að við áttum okkur á hvert auðkenni okkar er. Og það sem að ég hef oft upplifað að það vantar opinberun á það hver Jesús er í kirkjuna. Og í dag, vinir, þá langar mér að segja að það er hægt að fá opinberun á það hver Guð er. Við þurfum ekki alltaf að sveiflast til og frá, við getum staðið í öryggi.
Við getum staðið í vissu, vitandi það hver við erum og hverjum við þjónum. Má ég heyra amen? Halleluja. Þannig hann hefur aðskilið mig frá móður lífi. Hann hefur aðskilið mig til þess að rata beina brautir, til þess að rata andlegar brautir. Það það sem verið að meina. Að þitt auðkenni kom ekki frá náttúrulegum foreldrum, þitt auðkenni kemur frá drottni. Það bara breytir öllu, vinir. Það bara virkilega gerir það. Og tilgangur hans og sjálfsmynd, hvernig gerist það? Fyrir opinberun. Því ég geng út á köllun, þá geng ég út á köllun í guðlegri opinberun. Þannig að það er ekki mín náttúrulega sjálfsmynd sem hefur tilhneigingu til þess að mála upp svarta mynd. Það er andlega sjálfsmyndin mín. Hún vex sama drottin. Hún veit hver drottin er. Hún er full af djörfung. Hún er full af hugrekki. Það er andlega sjálfsmyndi mín. Það er auðkenni mitt í drottni. Má ég heyra með? Og vinir, þegar við sjáum það að Guð hefur kallað okkur, þá áttum við okkur á því að þetta snýst ekki um okkur. Þetta snýst um hann. Þannig að förum í Jakobsbréfið 1. kafla og í 23. vers. Þarna vil ég svolítið koma inn þá hvernig auðkenni verður til. Hvernig verður auðkennið? Það er góða spurningin. Auðkenni kemur með því að fá opinberun á orði Guðs. Og það stendur hér í kafla 1 í vers 23. Því að hlýði einhver á orðið á þess að fara eftir því, er hann líkur manni skoðar sjálfan sig í spegli. Hann skoðar andlit sitt við burt og gleymir jafnskjótt hvernig það var. Og mjög eiginlega bara óþægilega margir í kirkjunni eru svolítið í þessum sporum. Við þurfum að vera með nefið onni í reikningunum til þess að minna okkur á hver Jesús er og hver við erum í Jesú. Og vinir, allt orðið er nytsamt til fræðslu, til umvöndunar, til leiðréttingar og til menntunar í réttlæti. Til þess að Guðsmaðurinn sé albúinn hæfur gjör til sérhvers góðs verks. Má ég heyra amen? Og þegar við skoðum reikningarnar, þá skoðum við alveg frá byrjun. Og vinir, Jesús er í allri reikningunni. Hann var kletturinn sem fylgdi þeim í eyðimörkinni. Hann er út um allt í reikningunum. Og þegar við erum í orði Guðs, þá er orðið eins og spegill. Það segir að orðið, við eigum að spegla okkur í orði Guðs til þess að við getum fengið að sjá býtu hvar okkur vantar á, hvar við þurfum að breyta, hvað við þurfum að bæta. Og við megum ekki vera þannig fólk að við förum einu sinni í vikun í orð Guðs. Orðið þarf að vera lifandi í hjörtum okkar, það þarf að vera verkandi í líf okkar, það þarf að vera stöðugt í hug okkar. Við þurfum að hugleiða orðið dag og nótt og þá kennir ritningin þáminnan blessa við okkar. Þess vegna skiptir máli, vinir, hvað við setjum inn augun. Augunabla, það sem við nemum í gegnum augun, það fer inn í trú okkar. Og það sem við erum búin að vera að gera á okkar heimili, við erum búin að vera að hlusta meira orðið, við erum að hlusta á appið, þú veist, biblíun í appinu, en líka passa það sem við hlustum á, hvort að við erum að hlusta á lofgjör og tónlist eða hvað sem er, af hverju, því að þetta hefur áhrif á þinn andlega mann. Það virkilega gerir það. Og ég skal segja ykkur það, þegar ég byrja á daginn á til dæmis praise-læginu, sem er bara eitt af mínum uppáhalds, eða lagið sem við byrjum á hérna í dag sem heitir Rejoice, þá man ég eftir því að ég get þakka fyrir svo margt. Ég fer að þakka Guði ósjálfrátt. Og vinir, það sem við verum að passa okkur er að leyfa ekki áhrifum heimsins að taka yfir hug okkar. Við þurfum að endurnýja hugarfarið okkar. Hvernig gerum við það með því að útiloka ákveðna hluti? Ég get alveg sagt ykkur það, ég horfi ekki á neinar hryllingsmyndir. Því að það hefur áhrif á mig. Ég kýs að gera það ekki því að ég er búin að vera í speglunum í orði Guðs og ég vil ekki vanhelga musteri mitt. Og vinir, við þurfum að vera meðvituð það hvað er það sem er að taka okkur alltaf út í eitthvað skurð.
Og við þurfum að taka mark á því sem orð Guðs segir og vera ekki bara heyrendur, heldur vera gjörendur. Halleluja. Það er svo gott að vera gjörendur orðsins, þá fáum við ávinningin. Og hér er talað spegilinn og orð Guðs er spegill. Og við munum það þegar þau kom inn í forgarðinni, í tjaldbúðinni, að þá byrjuðu á því að færa fórn, en svo komið þeir að altarinu. Hvað hét altarið aftur? Alveg stólugur mér á. Nei, næsta. Fyrir ekki það? Nei, ég er að tala um það sem að speglarnir voru. Eirkerið, takk fyrir mig. Eirkerið. Númer 2, það var eirkerið og það er mynd upp á orð Guðs og það var þakið í speglum. Af hverju? Þetta er mynd fyrir okkur, hvernig við þurfum að spegla okkur og hverjum einasta degi. Er ég að gera orðið? Er ég bara heyrandi? Og það er líka svo mikilvægt, vinni, þegar við komum á sangum eða bara hverjum einasta degi að hjarta okkar sé mjúkt fyrir því sem að Guð vil segja. Og vinni, stundum er það þannig að við förum í gegnum lífsins ólgusjó og það herðist hjarta okkar. Því einhver hefur gert eitthvað á hlut okkar. Það er svo mikilvægt að vera virkur í því að leyfa Guði að lækna sárin í hjartanu. Því að það er alls konar sár sem að myndast í hjartanu, það er eðlilegt. En Guð vil lækna sárin. Hann vil gefa okkur nýja gleði. Hann er svo góður, má ég heyra með hann. Þannig í Galatabrefinu í 2. kafla þá segir Páll þetta svo vel, sjálfur lifi ég ekki framar. Heldur lifir Kristur í mér. Lífinu sem ég lifi nú hér á jörð, lifi ég í trúnni á Guðs son sem elskaði mig og lagði sjálfan sig í sölurnar fyrir mig. Vinni, náttúrulegu maðurinn, hann vil stundum koma til dyra þegar eitthvað bjátar á. Og ég veit ekki með ykkur en þegar fólk stígur á tærnar mínar, ég ætla að prófa að stíga á tærnar á Jóhannu, nei, það er ekki næst. Þegar ykkur stígur á tærnar okkar, þá oft kemur náttúrulega maður en það sem að Guð er að kenna okkur þegar við göngum í andanum er að láta andlega manni svara. Við erum ekki svona opaslega holdlega á göngunum og honum heldur að leyfa andlega manninum að koma til dyra. Því að andlega maðurinn kann að svara. Hvað gerði Jesús þegar hitinn kom á krossinum? Hann sagði, Faðir, fyrirgef þeim, því að þeir vita ekki hvað þeir gjöra. Og vinir, það er móðgun í kirkjunni. Það er móðgunar andi í kirkjunni. Og ég er ekkert að tala í Smárakirkju bara út allt. Við þurfum að vera fljóta fyrirgefa. Við þurfum að ekki gefa djöflunum færi. Má ég heyra með hann? Ekki gefa honum færi. Því hann reynir að stela, slátra og eyða. Hann segir við þig, hann hvíslar að þið, sérðu. Það tók enginn eftir og sangum í það heilsaði enginn. Hann býr til eitthvað problem úr engu. Við þurfum að láta andlega mannin koma til dyra og svara. Hvað gerði Jesú þegar hann fór inn í eyðimörkina? Hann sagði, ritað er. Og þegar óvinurinn kemur og hann mun koma, þá þurfum við að gera nákvæmlega það sama. Segja, ritað er. Þannig málar Guð málverkið á hjart okkar. Og þannig stækkar hann í líf okkar. Þannig að við þurfum að lifa Kristi. Ég stundum horfa á það þegar Alli er að leiðbeina Gunnari, þeir eiga ótrúlega fallegt samband, þeir feðgarnir, og út af því að Alli er guðlegur þá oft sé ég hvernig Guð er umhugað okkur. Þegar þeir tala reikningarna þá er Alli að benda honum á, þetta er svona, ekki svona, og þeir oft svona, ekki beint takast á, heldur tala reikningarnar. Og það er það sem að Guð vill gera fyrir okkur. Hann vill að við lifum í andanum og hann vill að við göngum saman á hverjum einasta degi. Mér er svo dásamlegt, ég og Jóhanna fáum tækifæri á hverjum einasta degi til þess að hittast. Við eigum svona gæðastund í ræktinni. Og það sem að ég bara á þessari gæðastund með Jóhannu einu sinni á dag í svona cirka klukkutími einu, þá veit ég einhvern veginn allt Jóhannu og Jóhanna veit allt mig.
Og ef að við eyðum tíma með drottni að þá fáum við þetta samband. Það verður þessi eining, þessi ótrúlegi máttur í einingunni. Og allt í einu veit ég alveg hvernig þegar andi Guðs að hryggjast. Ég fer að heyra öðruvísi. Og það það sem að Guð vil kenna okkur. Hann vil hjálpa okkur að heyra öðruvísi, sjá öðruvísi, stíga fram með öðrum hætti. Út af því að við erum í einingar samfélagi. Ekki satt. Halleluja. Og hérna kemur fram í Mattheus 16:13. Þegar Jesú kom í byggðir Sesarú Filippí, spurði hann lærisveina sína, hvert segja menn mannssonin vera? Stóra spurningin. Hvert segja menn mannssonin vera? Og í versi 16 aðeins neðar þegar voru nokkru þarna sem svöruðu, þú veist. En Símon Pétur svaraði, þú Kristur, sonur hins lifanda Guðs. Þá segir Jesú við hann, sæll ert þú Símon Jónasson. Engin maður hefur opinberað þér þetta, heldur faðir minn á himninum. Og ég segi þér, þú ert Pétur, kletturinn, og á þessum kletti mun ég byggja kirkju mína og máttur heljar mun ekki á henni sigrast. Vinni, það með opinberun á því hver Jesús sem að þú fær þitt auðkenni. Hvað gerist? Hann segir frá opinberunni sem að Guð hefur gefið sér og hvað gerir Jesú? Hann gefur honum nýtt nafn. Allt í einu hann ekki lengur Símon Jónasson, nafn sem að faðir hans hafði gefið honum á sínu tíma. Hann var komið með nýtt nafn sem hét Pétur klettur. Því að Guð sá innra með honum klett sem að myndi ekki láta, þið vitið, óvinna heri koma gegn sér eða láta sigra sig. Hann sá í honum möguleika og vinir í dag að þá sér Guð möguleika innra með okkur öllum. Hann þráir að gefa okkur öllum nýtt nafn. Nafn þýðir eðli. Og vinni, það með opinberun á því hver Guð með því að ganga með honum, að við förum að stíga fram og við fáum nýtt eðli og hliðarheljar verða okkur ekki yfirsterkari. Nýtt eðli, vinir. Það er það sem að Guð vil gefa okkur. Halleluja. Það er fyrir nýtt auðkenni. Hann hét ekki lengur Símon Jónasson. Hann hét bara Pétur. Og mér langar að segja ykkur frá einu sem að mér fannst áhugavert þegar ég var að skoða þetta. Samkvæmt ísraelskum siðum að þá gat aðeins maður gefið börnum sínum nafn. Þarna var himneskur faðir að gefa barninu sínu nafn, byggða á opinberun það hver Jesús Og vinir, þegar við fáum opinberun það hver Jesús og það mun aldrei gerast nema þú eyðir tíma með honum, með því að gefa honum hlut af lífið þínu, með því að eignast hans auðkenni, með því að stíga fram í því sem að þú kallaður til þess að gera. Halleluja. Hann fekk nýtt nafn, hann fekk nýja opinberun. Hann hét allt í einu Pétur. Vinir, þú ert ekki syndir fortíðarinnar. Mér finnst dásamlegt að heyra fólk segja frá hvaðan það kemur, hvað það hefur sigrast, hvað Guð hefur frelsað frá. En þú hefur nýtt nafn í Kristi. Halleluja. Og við ætlum að byggja framtíð okkar ekki á okkar jarðnesku tengingum, heldur andlegu tengingum. Má ég heyra með hann? Mér langar rétt í lokin að lesa hérna eina reikningu í Mattheus 14:28. Það stendur svo: Pétur svaraði honum, ef það þú drottinn, þá bjóð mér að koma til þín á vatninu. Og Jesús svaraði, kom þú. Og Pétur sté út úr bátnum og gekk á vatninu. En hann sá ofviðrið varð hann hræddur og tók að sökkva. Þá kallaði hann, drottinn, bjarga þú mér. Þarna sjáum við í rauninni í fyrsta skiptið Pétur ganga út á auðkenni sitt sem son konungsins.
Hann sér Jesú og hann veit að hann getur gengið á vatninu. Og hvað gerir hann? Hann stígur út og hann fer að ganga á vatninu til drottins Jesú. En svo það utanaðkomandi kringumstæður. Og ég veit ekki með ykkur, en stundum eru bara utanaðkomandi kringumstæður þannig að það trufla mann hreinlega. Það eitthvað að gerast í fjölskyldunni, það eru veikindi, það þetta og þetta, barnið mitt veikt, þetta búið að gerast í skólanum hjá barninu mínu, ég að gangi í gegnum fjárhagserfiðleika, ég jafnvel að gangi í gegnum veikindi eða hvað sem Og það sem við gerum, að við hættum að horfa á Jesú, við förum að horfa á kringumstæðurnar okkar. Og vinir, það bardaginn, hann á milli hols og anda og það kristallast í þessari sögu. Það andan sem að tekur stökkið og fyrir að stíga út á vatnið, en svo fer það holdið að horfa í kringum sig. Og vinir, það sem við gerum þegar við lendum í fárviðri, við höldum sjónum okkar á drottni. Við eigum ekki að horfa á fárviðrir allt í kringum okkur, við eigum að horfa á drottin. Og Guð gef okkur náð til þess að setja augu okkur á hann, alveg sama hvað. Vera dugleg í þakkláttseminni, þakka fyrir alla hluti. Því að það vilji Guðs fyrir okkar líf. Og vinir, þegar við erum þar, þá getum við gengið á vatni. Andlegi maðurinn getur gengið á vatni. Hann getur gert hluti sem engin maður getur gert. Þannig að það sem við þurfum að gera, vinir, það að gera eins og stendur í Rómverjabréfinu 12. kafla, því brýni ykkur systkin. Að þér vegna miskunnar Guðs bjóði fram sjálfaður að lifandi heilari, Guði þóknarlegri fórn. Það sönn og rétt Guðstýrkun af yðar hendi. Svo segir versi sem skiptir svo miklu máli, hegðið ykkur ekki eftir öld þessari, heldur takið háttaskiptum með endurnýjung hugarfarsins. Og vinir, við þurfum að endurnýja hugarfarið. Það fólk hérna úti allt kring sem að drepast úr kvíða og þunglindi. Það út af því okkur vantar að setja augu okkar og frelsar okkar. Ég hef bæði glímt við þunglindi og kvíða. Leið og ég set sjónir mínar á frelsaran, að þá eins og ég geti alla hluti. Og vinir, við þurfum að rísa upp undir þessu og við þurfum að leyfa andlega manninum að taka stjórnina. Og við þurfum að fara að ganga á vatni. Og við þurfum að horfa á Jesú í fárviðri. Og við þurfum að leyfa fárviðri að gera það verkur að rætur okkar fara bara dýpra. Halleluja. Í Jesú nafni, rísum á fætur. Ég vona einhver hafi komist til skila í þessum fátæk